Eins og ég sagði ykkur áðan úti að þá koma 2 línur inn í húsið og önnur þeirra kemur frá Hafnarfirði og hin kemur frá Rauðamel sem tengir okkur við þetta orkuverið í Svartsengi og þetta orkuverið út á Reykjanes. Og ég ætla að fara með ykkur niður í kjallara. Við vorum að spila litin á gólfinu áðan og hann bara sýnir ykkur svona hvernig þessar línur virka hérna á gólfinu. Þannig að ég bið ykkur að vera bara með hendur í vössum og vera ekki að fikta í vinnu eða ég vil bara fylgja hendur á hópnum. Þannig að ég var að lappa með ykkur Nemendum í 8. til 10. bekk Heiðarskóla í Reykjanesbæ stóð í vetur til boða í fyrsta skipti ný námsgrein í valáfanga sem var orka og tækni. Heiðarskóli fékk HS Veitur og bílaleiguna Geysi til samstarfs og lauk námsgreininni með kynningu í aðveitustöð HS Veitna á Fitjum í Njarðvík í síðustu viku. Markmiðið með náminu var að kynna störf sem krefjast iðnmenntunar og að kynna starfsemi HS Veitna sem eitt stærsta fyrirtæki á Suðurnesjum með fjölda starfsmanna í vinnu. Eins og við fórum yfir í tímanum hjá okkur í skólanum og þegar við vorum að gera mælingarnar í verkefnunum okkar þá vorum við að mæla spennu í tenglunum 230 volt. Ég kannski munið til því. En spennan inn í þetta hús sem kemur frá Svartsengi og Reykjanesi er 132.000 volt. Þannig að það er ansi mikill munur á spennunni því sem kemur úr tenglunum hjá okkur og það sem kemur hingað inn á svæðið. Við lögum aðalega áherslu á rafvirkjun og pípulagnir og við höfum svona byggt þessa kennslu eða kynningu á þeim fögum. Hvað voruð þið að kenna þeim? Við skiptum á milli okkar 2, Svanur sem er sviðsstjóri við vatninu og ég sem verkstjóri á rafmagnsvið á Suðurnesjum. Skiptum á milli okkar og Svanur fór svona yfir veitukerfi vatns og ég yfir veitukerfi rafmagns. Og við svona fórum inn á svona grunn bara þekkingu á rafmagni, menn fengu að prófa að halda á afamæli og skrúfjárni og bítara og fengu að kynnast svona þeim verkfærum og tækjum og tólum sem við erum að nota dagsdaglega og fengu svona snert á því helsta sem við erum að gera. Og við erum svona að reyna að tvinna þetta líka saman með þeirri kynningu sem við eigum á Sunnubrautinni árlega. Þannig að þetta svona styður allt hvort annað og við erum að reyna að leyfa þeim að komast í tæri við það sem við erum að gera dagsdaglega í okkar störfum. HS Veitur er þannig fyrirtæki að þið eruð að halda utan hluti sem við erum að nota alla daga, kalt vatn og heitt vatn og rafmagn og þið hefur náttúrulega sagt um það. Já, við gerum það og reyndum svona að koma þeim í skilningum í raun og veru. Þetta er ekki sjálfsagt, það er ekki sjálfsagt að komi vatn úr krananum, hvorki heitt né kalt. Og það er heldur ekki sjálfsagt að við getum sett síman okkur í samband og haft hann í hleðslu og nóttinni meðan við sofum. Þannig að til þess að geta notið þessar forréttindir sem HS Veitur er að veita á okkar viðskiptavinum. Að við höfum svona leyft þeim að reyna að kynnast þeim innviðum sem við erum að reka. Var þetta áhugavert að vera með peyjana? Var þetta ekki allt peyjar? Jó, allt strákar og bara virkilega flottur hópur. Og gaman að fá að kynnast því að það skuli vera áhugi og menn svona, hafa áhuga á því sem við erum að gera og það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að vekja enn frekari áhuga á okkar starfsemi og okkar veitukerfum. Hvernig var nú að kynnast þessu? Þetta var nýtt og fjölbreytt og ég var alveg til að fara í þetta því, sko. Það var mjög gaman. Var eitthvað sem kom þér á óvart? Já. Til dæmis hvernig vatnið fer á milli staða. Það var mjög flott að sjá það. Já, þetta var skemmtilegt og fróðlegt og bara hvernig rafmagnið er svona fljótt að fara á vatnið. Gerðu þið eitthvað grein fyrir því svona hvað HS Veitur eru að gera með þessum svona grunngildum með vatn og heitt og kalt og rafmagn? Já, þetta er svona hlutir sem að fólk tekur ekkert eftir daglega, hvað þetta er mikilvægt í lífinu. Þú sammála því? Já, mjög. Hugsaðu það þegar þú fer í stjörtu? Nei, ég ekki, sko. Ég byrjaði að hugsa þetta eftir að ég fór í þetta val, sko. Eru þið eitthvað búin að hugsa hvað þið vilja verða í framtíðinni? Hvaða nám þið ætli í? Það var alveg pæling að fara í þetta. Ég er svona ekki alveg búin að ákveða, en það gæti alveg verið að ég fari aftur í þetta.
Í þá eitthvað iðin nám, rafvirkjun eða píparan eða eitthvað svoleiðis? Já, svona sko. En þú? Já, ég er búinn að hugsa svolítið rafvirkjan. Það vantar einn rafvirkja í fjölskylduna og svona allir smiðir, þannig að ég var að spá bara að reyna, pröfa. Þannig þetta var skemmtilegt? Já, mjög. Já. Þið eruð að nota náttúrulega mjög mikið af iðnaðarmönnum í ykkar starfsemi. Það eru þau störf sem ykkur vantar mjög mikið, er það ekki? Jú, við erum með rafvirkja og rafveituvirkja og svo erum við með pípara og við erum með vélvirkja líka. Þannig að við erum vatnsdeildin er að reka dælustöðvar þar sem við þurfum á vélvirkjum að halda og svo pípurum þar sem við erum að reka bæði hitaveitu og kaldavatnsveitu og við svo í rafmagninu að reka rafveitu. Þannig að við höfum þörf á iðnaðarmönnum í þessum störfum og svo sjálfsögðu tæknimenntuðu fólki líka. Já, tæknin er komin inn hjá okkur, þetta er allt orðið tölvukertið, það ekki svona tengingin? Jú, við erum í raun og veru með, höfum yfirsýn yfir háspennukerfið okkar allt í skjákerfi og höfum þar alveg góða yfirsýn þar. Eins og við fórum inn á aðeins áðan þá erum við að fylgjast með spennunum okkar, nýju spennunum og fitjum, það er gert í gegnum tölvukerfi og það er saman með vatnssviðið að þeir eru að fylgjast með þrýstingi og öðru í gegnum tölvukerfi, skatakerfi. Þannig að þetta er svo sem alltaf færist þess átt og svo eins með snjallmælun okkar að þar erum við líka að taka upplýsingar í gegnum loft og þannig að kúnninn getur haft betri vitneskju hvað hann er að nota hverju sinni frá klukkutíma til klukkutíma. Þannig að þetta er alltaf færast í þessa átt. Þú vona því að einhverjur af þessum nemendum eigi eftir að enda sem starfsmenn HS Veitna? Klárlega, ég held að það sé ekki spurning og það væri bara virkilega ánægjulegt ef að virði. Og svona gaman að segja frá því að þá er strákur að koma til okkar í sumarstarf í sumar sem að kynntist okkur á Sunnubrautinni og hann er að ljúka 10. bekk og ætlar að koma til okkar í vinnu í sumar að kynnast því sem við erum að gera og svo vonandi ef vel gengur að hugsanlega koma á samning til okkar. Þannig að klárlega frábært. Bryndís Jóna Magnúsdóttir, skólastjóri Heiðarskóla, segir að tilgangur með valgreinum sé að gera nemendum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðar áform. Þeir þurfi að horfa til framtíðar. Hún var afar ánægð með samstarfið við HS Veitur. Bryndís, þetta hefur verið skemmtilegt hjá strákunum að vera að kynna sér þessa starfsemi. Já, virkilega. Og bara þeir hafa haft bæði gagn og gaman á og þetta er líka bara svo gaman að sjá þetta verða veruleika. Þetta er svona hugmynd sem við erum búin að ganga með í maðunum lengi og bara frábært hversu vel HS Veitur tóku í þetta samstarf og hafa gert það með miklum glæsibrag. Stefnir á því að tengja skólan betur við atvinnulífið og gera þetta gegnum fleiri aðila? Já, það væri náttúrulega alveg frábært að geta gert það. Við allavega tökum þetta skref í bili, sko. Þetta er náttúrulega líka fyrirtæki þessar stærðargráðu og ótrúlega gaman að geta komið á þessu sambandi við HS Veitur, sko. Og en við höfum líka kannski svona smærri verkefnum verið í góðu samstarfi við bæði stofnanir og fyrirtæki í bænum og erum alltaf að hugsa í þessi átt. Ég held að sé öllum til bóta. Þannig að nemendur sem eru svona komnir í efstu bekkja, þeir kynnist betur atvinnulífinu með þessum hætti. Já, akkurat. Þeir möguleikur sem er í boði í heimabyggð og náttúrulega líka eins og svona samstarf náttúrulega opnar augu krakkana fyrir líka bara þeim menntaleiðum sem þeim stendur til boða og hvernig þau geta nýtt þá menntun sem þarf í svona störf, sko. Og þetta er náttúrulega HS Veitur eru fyrirtæki sem að sækjast eftir iðnmenntuðu fólki þannig að það virðist alltaf vera þörf fyrir það. Já, akkurat og það er alveg samt kannski pínu dapurt en líka pínu dapurt að þurfa að vekja athygli á því. Þetta eru svo frábæra námsleiðir og svo margt sem að fólki sem hefur þessa menntun stendur til boða, sko. Þannig að það er alveg, já, ég lít svo á þessi partur okkar verkefnin að sjálfsögðu að vekja athygli krakkan okkar á þessum leiðum sem er í boði.